Gott kvöld og velkomin í Karlakofan. Þessi þáttur styrktur af Jónínu Níelsdóttur, vændiskonu. Við hringið í símanúmerið 654... Nei, byrjum bara þáttinn. Okay. Góðan og blessan daginn. Já. Halló. Halló. Ættu við ekki að kynna okkur aftur? Nei. Það var engin nýr áhörður. Þetta Karlakofinn, sunnudaginn 30. maí, Já, 2021. Þú segir ekki. Já, þáttu 2. Já. Það? Já. Við líður eins og hafi bara verið í gær, sko. En já, þið hafi kannski... 80 áskrifundur, baby. Já. Klöppu fyrir því að ég... Nei, það er þetta hér. Já, það er þetta hér, býtu. Nei, við erum ekki að vera hljóðin, sko. Það er alveg niður. Ég er að reyna að seifa mikrofónu En minn. já, þið tók kannski eftir í hlustendur góður að það var ekki þáttu síðan 2 sunnudaga. Nei. Það var kannski að ég fór í sumarbústað og við vissum það þegar við tókum fyrsta áttin. En þegar kom Maggi bara óvænt í sumarbústað í síðustu viku, þannig okkur finnst það leiðilegt. Við bara fundum hann ekki hvergi og svo bara fórum við sveit og þarna var hann í sumarbústað. Já. Veit ég hvað hann var að gera. En þetta er náttúrulega komið inn á netið og við erum komið nokkra aðdáendur. Það er náttúrulega Atli Hjálmar Björnsson. Atli Hjálmar Björns. Sem er eiginlega bara mest í aðdáend þáttum. Svo líka bróðir minn, Alsteinn, hann er líka orðið mikil aðdáend þáttum. Þannig við erum komið með yfir nokkra aðdáendur. Þannig það er gott. Það kemur mér mikið á óvart, starfsmyndur. Það kemur mér mikið á óvart. Já, þú ert enginn Chandler Bing, sko. Nei. Ok, má ég segja ykkur eitt samt? Ég síðast þetta, ég var hlusta síðast þáttinn og bara ég hrópaði í mikrofónu þá. Já, og það var svolítið barnalegt. Svolítið barnalegt og mér niðurlægjandi róp. Þú fjarði eftir því. Nei, þetta er alls ekki. Ég sé eftir hvað það var lítil róp, þannig að ég er ekki að gera þetta aftur í dag til að fá betra. Ég var að rópa fyrir ekki, ég er svo barnalegur, ég er 5 ára. Herðu, hvað er að frétta strákar mínir? Ó já, eitt í viðbót við lofum að ekki vera með eins hörmuleg svona kynferðisleg grín. Það verða ykkur þannig en svona minna svona alltaf. Ég lofa, kæra áhorfendur. Það var algjörlega hörmulegt. Ég hefði átt að nota það sem var í æfingunni. Það var miklu betra. Enn og aftur. Ég ætla að segja þetta aftur. Ég bara hata það, ég sé svo mikið eftir því. Heyrðu, það kom til... Þetta var svo... Já. Viltu vera rekin úr þáttunum? Það er ekki... Viltu vera rekin? Ég var nú að æfa með sístu dagana og bara allt... Já, einmitt. Áhugavert. Já. Nei, ég get séð hvað foreldrarnir hafa haft gaman af því. Ég var að seifa þetta umræðefni sko fyrir podcastið en ég horfði á Blades of Glory í gær. Já, það er frábær mynd. Ég er Blades of Glory. Maggi, þú horfur aldrei á gamanmyndir. Þú horfir bara á sko Star vs. The Forces of Evil og Futurama. Blades of Glory er það bestu gamanmyndum í heimi. Ég sé hann svona 19 sinnum og hún er ennþá fundin. Ég og Úlfur, við hefum séð svona helmingin öllum gamanmynd sem var búin til í heiminum. Já, ég man þegar ég gisti hjá þér við horfum með hana Beverly Hills Chihuahua 2. Já, baby, sko. Allar Raffensandlinu myndirnar og allar Will myndirnar. Ég hef samt ekki séð allar. Já, en Beverly Hills Chihuahua 2 er til á Blu-ray og það er svona grína með... Ég sagði það með fyrst, Maggi. En já, þegar ég var búinn að horfa á svona Blades of Glory þá bara hugsaði ég vá hvað þetta var frábær mynd. Hún er svo bara því meira sem ég hugsaði hana
því meira elskaði ég hana og núna bara elskaði ég þessa mynd og mér langar svo mikið að horfa á hana aftur. Hún á Stöð 2 Plus og hún já, það er það sem ég horfði á hana og svo fréttið af því og hún líka á Netflix, kæru áhorfendur. Þeir sem þora ekki að nota Stöð 2, ég skil ykkur. Það er fullt af einhver svona Pétur Jóhann að fara í sleik við bíla og eitthvað svona þannig á Stöð 2 Plus. Ég skil ykkur PJ Carsjó maður ekki sko. PJ Carsjó. Já, en talandi um DFD finnst ykkur ekki DFD bara vera besta leiðin til að upplifa? Við vorum ekki að tala um DFD. Ég á DFD-spilara, örugglega einu af ykkur. Ég kaupti fyrir peninga afmælið minni Keypti og já, ég búin að horfa mikið að dóti og búin að kaupa í geislaðu Valda sem bæði Valdi, þetta hlusta, þú verður að sponsora þáttinn. Ég er ekki saman mér. Úlfur, þú horfður að Blitzkúlar í gær? Já, í gær. Svo horfði ég líka á Thunder Force með fjölskyldunum minni. Ég horfði á myndina í gær Maður og svo ég, að myndu Jóni Gnarr 2002. Já, þetta sem að hræðilegu gæðin þarna. Þú veist, svona jafnfræðilegu gæði og var í íslenska draumnum. Já, ég skil ekki af hverju þessar myndir höfðu svona léleg gæði, sko. Þetta eru frábæra myndir. Já, þetta voru góða myndir en svona ömuleg gæði. Ég bara sé byrjunina. Ég veit samt hvernig gæðin eru, það var eitthvað svona. En Maður og svo ég, það er líka frábæra mynd, sko. Bara Jóni Gnarr og Þorsteinn Guðmunds að strippa, sko. Úlfur, finnst þér Star Wars gott? Já, mér finnst Star Wars. Þú myndir elska Spaceballs, held ég. Spaceballs, það er svona grín af Star Wars. Er það að tala um þetta eftir þarna sama leikstjórunum sem ég alltaf að gleyma hvað heitir, hann gerði þarna Robin Hood and the Men in Tights. Hann heitir Mel Brooks. Já. Það er með stóru og hvítu hattana. Já, ég heyrði að hann hefur alltaf verið að gera eitthvað svona myndir sem er að gera grín að einhverju sérstöku, eins og Star Wars. Hann er alveg frábær, sko, leikstjóri. Þeir eru örugglega að fara að láta mig missa heyrnina í mitt núna þegar þeir fara í hláturskastuna og segja Maggi, þú eru ekki talað tvöru myndir. Já, sko, ég gerði hann líka Starving Games. Er þetta gæinn sem gerði Starving Games? Nei, ok, bjóð hann ekki til Starving Games. Þið myndir frá 87, Maggi. Ok. Núna heyri ég bara fyrir utan heyrnatólinn, sko. Ég heyri ekki. Ég ætla að segja ykkur svona, ég ætla að segja svona skammalegt. Ég horfði í fyrsta sinna úr Sótum að Reykjavík í gær. Og ég hálf klára hana bara. Maggi, ég náði ekki að klára hana. Aumingi ert. Ég vildi. Maggi, hvernig fannst þér hann? Mér veist hún bara frekar fyndin, sko. Já, er hann ekki góð? Maður fær svona amerískan feeling. Maður líður eins og sé að horfa eitthvað svona bandaríska mynd, sko, ekki íslenska. Já, ég líka hvernig ég því svona vissi hvar mikið að hlutunum hana voru og... Já. Ég vildi, sko, horfa á Sódóma Reykjavík þegar það var í sjónvarpinu. Það var mikið verið að tala um þarna í þarna Íslensk bíóland. Já, frábæra þessu, sko. Íslensk bíóland. Ég þóla ekki bíós, sko. Nei, það var ekki bíós, þetta var bíóland. Ertu þú að fara að sér Sódómi? Öruglega, sko. Já. Ég var bara að fatta að ég get slögt að heyrnatólunum hjá fólki. Svo líka þarna Baukur og grís. Nei, Perlur og svín. Herru, hún er á YouTube. Hún er á YouTube. Einhver engin en í YouTube. Hvað finnst ykkur höfrunga, strákar? Ég elska höfrunga. Elskar höfrunga. Pappi minn, hann hefur farið í sleik við höfrung. Hann hélt fram hjá mömmu minni í Mexíkó þegar hún var með sko mig í maganum árið 2008. Herðu, en strákar, eigum við að demba okkur kannski í símaspjall við Atla? Já. Af hverju ekki? Já. Atli áttur að vera svona Gerum hann bara hjá mínu síma. Áttur að vera í hlátuskast. Já, svona flott. En já, símaspjall, þetta er svona ég meinti þetta ekki illa því, Atli. Bara svo þú vitir. Þú ert frábær gæi. Hann er pottið að hlusta. Get blessed. Já, ég ætla bara að segja þetta var ekki meint illa með því að láta þið hljóma eins og Pétur Krossfiskur, sko. Þetta var algjörlega óvart. Þú færst samt mikið hláturskast. Sko. Það er alltaf læg. Já, þetta er ekki síma. Ok, ég byrjar að syngja sér. Ekki. Hver ætlar að taka viðtalið? Ég bara. Cool. Eða Matti kannski.
Halló Atli. Þú ert í símaspjallinu í karlakonum. Atli, hvenær fáum við auglýsingu? Við verum að auglýsa boltinn í netinu í síðasta þætti. Boltinn í netinu? Hvernig ætlið þið að auglýsa okkur? Á FM 957. Nei, Atli. Magnum það Atli er að byrja með podcast. Já. Og ég ætla að fara að segja svona það er ekki að byrja með podcast, það ætla ekki að fara að græna þú sjálf við Tryggva. Ég ætla að koma eitthvað þannig. Þetta var alveg eins og þetta var sko alveg eins og þegar ég þarna ætlaði að gera símat á Bjössa sko í kjær. Og hann bara, ég heyrði ekkert hvað hann sagði. Bjössi með hattinn. Já, Bjössi með hattinn. Og þarna og hann bara skellti á sko. Svo bara sendi hann skilaboð á mig dónalegt. Og svo útskýri ég svona að ég mig langaði bara gera svona stutt símat á hann. Já, hann hefur nú lítinn húmor grinn. Hann hefur mikið húmor sko. Mjög fyndinn og skemmtilegur. Frábær gæi. Já, hann er gulla manni. Hann er gulla mönnum. Já, hann er aðeins virðulega. Ég teki nefið. Já. Ég reyk ekki, drekk ekki, ég teki nefið. En þetta er lag Spaugstofunni. Ég klíp í nefið. Frá 77. Ég bor í nefið. Og ég er eitthvað að fara að setja hérna á YouTube-síðuna mína bráðum. Þannig að ég geti séð Spaugstofunni teki nefið. Google það. Smeklum á átt í YouTube. góð. Horfið á þetta er geðveikt. Sjómli eða Sjómli. Ég teki nefið. Sjómli og YouTube. Subscribe. Já, endilega. Subscribe to Sjómli. Sjómli. Ég skal gera svona hljóð. Þetta er ekki að finna Sorry strákar, ég er með svín hérna enn og aftur. Ég bara réð ekki við mig. Úlfur. Fyrirgefið. Ég vildi gera svona sitcom hlátur. Mér langar, ég held í alvörunni að það hefði verið best ef þau hefði bara gert þessa græi bara ekki með þessu hérna dóti. Já, ég skil eiginlega ekki það myndi bara, þessi þáttur hann væri virðulegri. En ég finnst að vera svo skemmtilegt. Þetta er dálítið fyndið. Ég meina þetta væri svo frábært. Já, allir mínútur komnar inn og nú byrjuðum við með fíblaskapin. Vá, perfekt tímasetning. Já. Er ekki karlakomin bara algjör fíblaskápur? Þetta er bara boys want to be boys. Strákar. Og ég verði að veikjuna, mér finnst það skemmtilegt að mæta einu sinni boys just wanna have fun. Tala eitthvað kjaftaði. Tala eitthvað kjaftaði? Já, af hverju ekki? Þetta er bara funny. Funny bunny. Hafið þið séð Sigga Sæta, leikinn af Steini Ármann? Hafið þið séð Ratatouille 2? Hún er ekki til. Hún er til á svarta markaðunum. Mér langar að vita Pixar er á svarta markaðunum. Ok, hvernig alltaf myndi hljóma ég myndi sleikja poppfiltinu síst? Já, ekki gera það. Ég lofa það ekki. Hvað er þetta? Vítu, Maggi hefur gert það áður greinilega. Maggi hefur sleikt það sko. Skrítið. Sko, má ég segja það sög? Við vorum, þetta var að þegar Rúfa 50 ára. Þá fórum við og Mattías Atlason, ekki Úlfur. Já, var ekki ég kom með því, Og það var opið húsarúf. Við fjórum bara, Nei, Úlfur var ekki, við vorum ekkert vinur Úlfs þá. Nei. Ég var vinur Úlfs. Nei, Mattías var ekki með okkur. Jú, ég var með ykkur. Já, ég man eftir ég var mynd sko af þessu og það varst þú ekki. Já, ég hef líka mynd með Boga Ágústssyni og ykkur. Þú ert að ruggla við út það fimmfikunar. En þarna, já. Og þannig að við fórum inn í útvarpsstúdíu, það mátti eitthvað skoða þar og Maggi, hann prófaði þetta auðvitað og þarna að fara þarna og hann og það var kona til að segja svona hei, þú verður að tala sér nálægt mikrofónum og hann er bara alveg ofan í Já, ég man eftir Já, ég er bara svona Það má fylgja þjóðunum. Viltu að við erum að gera hlaðast? Ég vona virkilega, ég er mjög gladur að það er enginn á eftir okkur síst í kloppinu. Maggi, það er svo kalt hérna. Maggi, ertu opin gluggi? Maggi, ertu hættur að svona naga í rennilásinu? Já, löngu hættur, hann er löngu hættur. Ég hætti því eitthvað 4. bekk. Það er leðilegt maður. 5. 4. Ég hætti í 4. Já, við gerum randi Íslands í 5. bekk. Gerðu við Já.
Vandræðalegt. Úlfur. Nei. Ég var að reyna að gera cricket nú. Úlfur, þetta hérna líka síst. Hérna í hornina sem Úlfur þú getur ekki verið að íta hérna á. Við hefum bara búið á stólnum þarna í horninu. Það er stóllafn í horninu sem sjáðu ekki. Við getum bara haft Úlf í símaspjalli alltaf. Ekki þetta heyrst. Úlfur er bara heima hjá sér. Úlfur, hvað segir þið? Svo hvað, ég var að fara í einhverja dagskrá. Já, fyrir mig Hvað var Ég ætla að kynna fyrir ykkur nýju dagskráliðina. Já. Það er frá Atla. Myndir fyrir milljón. Hann segir, ég spyr Atla og allir spyr mig og allir spyr Atla. Þú veist eitthvað, myndir þú gera þetta fyrir milljón? Eins og eitthvað vandræðalegt, eins og sprengja New York í loftu fyrir milljón. Ég á eftir að elska þann leik. Og svo ætlum líka að koma eitt þar sem er Þetta sko ennþá pröfu, við veitum ekki hvort við séum frá að gera það. Já, það er ekki mér þægilegt þegar þú kemur svona kalt á fingurna. Myndið þú slökkva? Úlfur, ekki strax. En Nei, ég ætla bara að segja, þetta er ekki tekið með, en svona myndið þú íta á rekordtakkanum mitt núna fyrir Já, örugglega bara. Já, gerum það bara. Nei, ég er ekki næst. Ég nenni ekki að klippa eitthvað svona kjátt. Já, Arnmundur. Ok, já. Og hinn liðurinn er auglýsingar því. Nei, þetta er ekki að við fáum bjálfurinn auglýsingar. Hann að allir fara, eitt fyrir út. Sorry, Jónína Leninsdóttir, þú getur því mér ekki haft vændisauglýsinguna inn í þessu. Maggi, sko. Ég bara slökk á hljóðinu hjá Maggi. Ég ekki bara slökk. Þetta er svona, ég hata því hláturinn. Ok, já. En þetta virkar að einn okkar fer út í hverju þætti annað, Arnmundur er þessum þætti á og hinir koma með einhverja uppfinningu eða einhvern stað og svo kemur hann aftur inn og auglýsa hann stað og veit ekkert þetta, eitthvað sem við bara bjuggum til. Og hann verður að vera algjörlega deadpan, hann má ekki... Alveg, sko, þetta er bara venjuleg auglýsing fyrir eitthvað rosalega skrítið. Og eitt, þetta er innblásið af einu sem pabbi minn sýndi mér, algjörlega, bara maður fær það mann í hláturskast. Ef þið bara skrifið deadpan á YouTube, þá er það efsta vídeóðu sem er þarna á listanum. Það er það sem það er innblásið af. En já, þetta er bara að fara að koma hjá okkur. Ok, já, ég segi kannski að við tökum myndir fyrir milljón. Þú veitum við að slögt á mikrofónu. Þeir eru myndir fyrir milljón. Ok, fyrir að byrja. Ég skal bara byrja. Ok, alveg. Má ég taka þetta sem ég sagði sem dæmi í dag? Auðvitað. Já. Munið eftir því? Nei, ok. Myndið þið milljón? Myndið þið fyrir milljón fara nakið upp á Borgartúrstjörnin og standa þar í 2 mínútur? Nei. Hvernig þetta spyrja? Ykkur alla bara. Okay, oh my god, shit. Fara nakin upp á Borgartúrstjörnin og þarna þau verða ekki standa í 2 mínútur, bara fara þarna nakin upp. Nei. Og fyrir milljón. Býta að klifra á fram með það liðan. Nei, þú fara inn. Ykkur segir mér að allar spurningar okkar myndu bara vera svona nei. Ég held ég myndi gera þetta, sko. Ég skilður enda alveg smá, þetta er ekki alveg það versta sem ég myndi gera. Hún er betri í þessu. Þetta er alveg heila milljón. Nei, ég myndi ekki gera hvað með ykkur hérna. Já, ég myndi gera þetta. Ég myndi ekki gera þetta, sko. Þannig að þetta er já fyrir Magga, nei fyrir Úlfi og Matta. Ok, ég veit. Ok, Matti. Myndi þið syngja klámvísand á páfanum í beinni útsendingu? Já. Íslenska klámvísu, en hann kann ekki íslensku. Syngja klámvísu. Já, ég myndi gera það. Páfan, sko, á sjónvarpi sem er beinni útsendingu allan heim, en á íslensku, en ekki margir vita það. Það er eitthvað sem segir mér að segja nei. 700.000 koma í Ísland. Ég myndi gera það. Þetta mér langar ekkert neðan páfin eitthvað, en hann er kynferðisbrotum maður, þannig já. Jó! Myndi þið drepa páfa fyrir 1 krónu? 25% afsláttur? Og að drepa páfan? Er 1 krónu 25% af milljón? Við segjum allir já, er það ekki við því? Jú, ég held það. Jú, ég segi já. Nei, ég með. Ég vil Íslandingar myndi sjá þetta. Næstum að koma. Ok, næsta er, myndið þið fá tattoo af höfrungi á hendina
svona, þú veist, ekki að lófan heldur svona fyrir ofan lófan. Fyrir milljón. Já, það kostar eiginlega milljón að gera tattoo, þannig nei. Þú fær bara milljón tilbaka, kallið minn. Nei, mér langar ekki að fá tattoo, mér myndi að fá milljón, það langar mig ekki að fá líka, það. Ég held að ekki milljón að líka, ég held að höfrungurinn á eftir að líta út eins og einhver, þarna... Hver er að gera tattoo, þú eða? Ef þú ert að fá þetta, líka, tattoo festist á manna eilífu, þannig að þessi höfrungur er að fara að líta út eins og Pétur Jóhann og Sterum sko eftir sko ég segi nei eftir 30 ár ég segi nei, Úlfur nei síðasta ok, ég er í alvörunni með 2 sko ok, segi bara einn og geymdu hérna þar til næstu viku við gerum þetta í næstu viku mér langar svo mikið að gera svona margar ok, gerðu það Myndið þið stinga fingri upp í raskati á páfagauki fyrir 1 milljón? Já Nei, ég ætla að segja nei, fyrsta neyið mitt. Jafnvel fyrir ekki milljón, ég myndi gera það frítt. En ég er ekki fara að stinga. Maggi, er ekki freka augljóst hvað svarið er við þessa brjálaði? Það er já. En Úlfur, þú ert með annað, það ekki? Já. Myndir þú reyna að fara til útlanda með hundiðin, finna íkorna með reipís og láta fara í einvíi við hundiðin? Nei, líka bara einn okkar á hund. Hvernig fékkstu þessa kjaftasög? Í þessari viku á bara einn okkar hund. Ég hef lent í þessu áður. Ég fekk svona leigja hund í Ameríku og við fundum íkorna með reipís og við ákveðum að fara með hann í einvíi og hann tóð. Ykkur svo frumskói eða eitthvað? Nei, þetta var ekki í frumskói. Ég séð íkorna, þetta var bara í einhverjum bæ. Sko, þurfið ekki að taka sem var rosalega alveg með þeir sem þætti. Þetta var bara í klósettinu mínu, sko. Já. Ég bara þurfti að koma svona varlega og klípa í hári og bara hafa hann svona eins langt frá mér og þetta er hlaðvarp, ekki allir. Ég veit, það er svo leiðilegt. Haldur þessu uppi svo nasisti svona. Nei, ég hættu. En myndir þú fyrir miljónu búið í dag? Eða hvað? Mér fannst þetta góður liður. Já, þetta er bara gaman, sko. Mér finnst það kannski ekki alveg. Það mætti kannski vera 2 fyrir en þjám til bara. Já, kannski getur við tekið hann seinni í þættinum. Nei, en ekki bara næstu viku eða eitthvað. Já, mitt. Myndu þið klípa í brjóstinu og Minions? Ef ekki bara spjalla hans. Já. Fyrir ekki að ég tekið þetta tilbaka, þetta var alls ekki fyndið og ekki skemmtilegt. Mér langar svolítið að spyrja, þú veist, hvort að þið séu með eitthvað svona seríur í gangi að horfa á það, Netflix. Já, ég er með. Já, förum aðeins yfir það. Þú að horfa á það. Þú getur að horfa svo Hei, ekki segja þetta. Þetta var ekki fyndið og ekki skemmtilegt. En í bíóhorninu. Maggi, ert þú með eitthvað? Já, ég er að horfa á það áhuga. Ég var bara að byrja því, ég er komin á þátt 4. Hvað í ósköpunum? Það eru teiknumyndaþættir á Disney Plus sem er frekar skemmtilegir. Við erum að tala um Netflix. Hann sagði Já. Ok, ég er að horfa á eitt. Það er þarna The Boys That Made Us. Já, eitthvað kann eftir við þetta nafn. Já, en eða ekki eitthvað The Toys That Made Us. Já, það er The Toys That Made Us. Ó nei, ég er ekki að horfa á það. Nei, hvað er þetta að horfa? Ég er stundum að horfa á þetta High Score með pappa mínum. Já. Það er spennandi þetta. Dokumentari hvernig tala hvað Arnmundur óáhuga samar þetta. Já, þetta hljóma. Ég var bara mjög En Matti, ert þú að horfa eitthvað? Nei, ég vil ekki, hvað er þetta bústuð? En ég er að horfa sjálfur á The Office og ég er bara eftir eitthvað 4 þætti eða eitthvað. Já, bara, mjög flott. Já, ég er að horfa eitthvað annað eftir það. Er þetta bókin, hvað gerðist á Íslandi 1993? Já. Þetta er 1983. En það er alltaf í bókum hérna inn í þessu stúdíói. Við erum ekki og svo þið vita þá erum við í borgarbókasafni Kompunar í Grófinni nýri bæ. Ég veit ekki okkur í strákar, það er bara svona heill bunki af vallabókum hérna á einni heiklunni. Nei, bara kynast. Já. Það er nú gaman að skoða þær fyrir ykkur áhörundu. Þeir segja neitt plagga, það bara risastóru mössu valla bara.
Á veggnum sko. Já, það fyrir Ég ekki vissi hvort þið tókuð eftir því sko. Ykkur sjúkur í Valla sko. Já, hann nú ykkur Það alls ekki ég sko. Af hverju var verið að slökka á mér? Herðu, en Maggi vildi láta slökka á sér Úlfur, þú þarft ekki að segja þessum vætti en því þetta þau voru að fara á ykkur svona fyndnir og vandræðilegan þögur og þú ætlar að fara að segja Infinity War þöguna og þegar að ég segna bara næst hvað nennir ekki að segja það núna Við langar ekki að segja Allt í lagi í podcastinu bara Við langar ekki að segja Þú sagt Það að er þetta í síðasta þættinum Já, sá Steinda Junior Piss Já, þú Já, það er síðasta, það segja Já. Ok, já, skil Ég er bara rosalega stoltur af því Það var Steindi Junior Ég er bara rosalega stoltur af því Svo er hann að hlusta og Hann hljópað mér Já Úlfur, Með klemmu Úlfur, og ég kom með eitt grín Úlfur, og ég kom með eitt grín sem þú myndi skilja Hver dag Friðrik Dór Já Úlfur, hlusta, hver dag Friðrik Dór Já, það var þetta Steindi og Ásgeir Hérna, geðið þvitt gaur Já, heyrðu Var þessi ekki svolítið gaur? Damn, þessi var venjulegur maður Við þurfum að koma með svona brandarahorn eins og bytt í bílinn Við erum með svona brandarahorn Já, ég er með eitt góðan Já, sög Þetta er byrja raskat á þeim Við erum komið með Pétur Jóhann Já, einmitt Sorry, ég ætla að setja hann aftur upp í töskuna mína inn með því Gessi, getur ekki líkið asísku konuna? Já, nei, amma Herðu, hætti að vera rasísku maður inn í kistuna með því komið Já, einmitt Eftir hann með Herðu, Jón maður, Jesus Bara fara hann að ráðast og hljóðborði maður Já, en á meðan ég mann þá var Neil Dexter Nei Sorry, hann að segja ekki klóra mig maður, En á meðan ég mann, Úlfur, þú þarft að fara að byrja með eftir með orðinu Úlfus, eða ekki? Ha? Já, þú var eftir það svo mikið í bóði maður Við erum ekki einu sinni búin að gera rökraður og auglýsingahljóð Já, við erum eftir að taka símati Hvað með við sleppum bara umræðan? Já, þá eftir bara eitthvað 40 mínútur eitthvað Eftir 7 mínútur Hvað, ég var beigðið einhvern annan líf Við erum komið inn 26 mínútur sko Hvað tími líður hratt maður Ég segi að við býðum eftir að klukkan eftir að koma inn að 30 mínútur á þættinum og þá gerum við rökræður Þá erum við hálfnar með þáttir Við erum komið Docent Matter Förum bara í rökræður Ok, Maggi er ekki sko bara Maggi, þú ert heimskur Já, ég er heimskur Slögt á mækunum Já, ok Já, halló Þannig að þú ert heimskigæðin það ekki, þú ert svo sem vinnur í þannig Nei, þú ert svo sem vinnur Já, er ég svo sem vinnur, ég þá heimskigæðin Nei, þú ert heimskigæðin Ég er heimskur Já, að panta hjá þér á Kína það make a meira sense, ok Alltaf læg Góðan dag Já, halló Ég ætla að fá mat sér Ég heiti Daniel Ruski Karamba Er það nafn? Það er nafn, já Ok, cool Ég ætla að fá þér Ég fættist í Flórida á Arnanesi Cool Ég ætla að panta því hérna slímuga spagetti Slímuga spagetti Erstu að tala Borgetta Tutto Bene Er það sem þú ert að leita? Nei, ég held ekki sko Það er svona gult og ógæslegt Já, ertu að tala með dauðum kalkunum Ertu að tala pissi hennar ömmu minnar Hvað ertu að tala Viltu vera meira svona karlmaður, Stengur? Ok, ég ætla að fá Svona, hvað viltu panta? Let me see your war face Svona pantaðu, drengur Ok, ég ætla að fá Koma svo, litli Ég ætla að fá steipustrákur hana slímuga stöffi sem amma Slímuga stöffið, segðu harðar Ok, harða stöffi sem amma gerir Harða stöffi sem amma gerir, einmitt Ok, ég ætla bara ekki að panta það Ekki panta, hvaða drykkur? Svona, koma svo drengur Gerðu 3 armbeigur, ok? Pepsi eða eitthvað 3 armbeigur Sigurljus Pepsi 3 armbeigur, sagði ég Koma svo, 3 armbeigur, hvað viltu? Pepsi eða Max Pepsi mínus sigur Pepsi mínus sigur, Pro Max ok, alltaf lagi, hérna með auka filter já, okkur já, síðan, ég ætla, mér vantar eitthvað nei 10 magaæfingar
Kom svo, vertu stríðsmaður, drengur 5, Kom svo 8, 9, 10, 11, 12 Þú ert búin að gera meiri 10, það gegn lögum Ég ætla að hringja í lögregluna Já, ég ætla að panta Lögreglan Ég komin til þess að panta Damaya Damaya Hæ Koma svo, gerðu 3 arbeigur Já, 1 Damaya 2 Gerðu þetta fyrir lögguna, gerðu þetta fyrir páfan 1, 2, Guð Hvað er í gangi? Heyrðu, ég er skrín ekki þú Nú? Já, ég held þetta sé komið Já, ég held að enda þetta hér sko. Já, Þetta var ekki gott Nei, ég var að reyna að panta núðlur Hvað er að mér? Það er bara Þetta var ekki gott Hvað er að mér? Já Mér langar að fara Já Ok, farðu En Strákar, bara ég var að taka þetta upp á Instagraminu Má ég setja hérna story mitt? Já, þú setur litin á sem mynd Það meinar þú setja liti á Ég mynd setur eitthvað svona límiða eða eitthvað svona Podcast time eitthvað Úlfur Bye, Úlfur Segjum blessu Úlf Já. Bye, Úlfur Bless krakkar mínir, Úlfur Úlfur samt En já, Úlfur má ég setja inn bara Hann er í alveg bara Má ég setja inn í storyið mitt? Já, ég setja það bara ég skellu sinni í storyið mitt Já, en hérna Bara varðandi hennar spuna, hann var kannski betri en síðasti aðeins. Samt ekki góður Ok Já, hann Af því hann var mjög slæmur síðasti Like á það Já, Ok, Úlfur, komdu fucking inn núna Akkur takk Afsakið blótið áhorfendur Úlfur, velkomin Herra, aftur Úlfur, ég setti þetta inn í Instagram storyið mitt, það er sama Já Já, það er allir sem eru mest á podcast Ertu að grínast? Nei Varstu af öllum tímapunktum í þessum þætti? Nei, bara ég er nokkur sekundur og maður þimur í fyrir þarna Dúti Einmitt Já, ok, ég skal leiða þessu Já, en Getum við farið í eitthvað annað, please? Ég nenni ekki að tala um Instagram story Já, ok, já talandi Instagram Þetta náði mér sér ekki að þarna segja vasslanir Yes Ok, þannig að Já, ég ég bara er fara í búin. einhvern annan lið og fara í auglýsingarleik Já, förum í auglýsingarlega Ok, allt í lagi Ef kannski að útskýra auglýsingarlega Núna, Ég skal fara Armundur, núna skaltu fara út á meðan við plönum hvaða vöru Þú verður bara svona Já Ok Þannig að, strákar, ég var að spá í annarkvort hótel eða kannski ég var að spá í annarkvort nutt Nei, ég meina hótel eða kannski nutt Nutt er góð hugmynd Nutt er svona spa Ég fekk líka hugmynd Ég fekk hugmynd að hérna að það var að vera að auglýsa svona eitthvað Gerum svona Svona spa-hótel kombo, veit ekki Spa-hótel. Eitthvað díl, já, spa-hótel Spa-hótel Já, svona hótel og svona helst það er mjög stórt spa þar Já Svona eitthvað Þetta er eitthvað hótel í miðbænum sem heitir Hótel tippalingar Nei, hættu þessu Hvað vorum við að tala um ekki? 3 arbeigur Hótel Jumbo Nei, hótel Dildósson Maggi 1, 2, 3 Þýðir ekki eitthvað Hótel niðurlæging Já, það fer hérna Hótel niðurlæging Og hérna, prófaðu glæníu hérna Hermundur Já, fitupottanir hljóta vera Hermundur Já, ég ætla að opna fyrir Armundi Ok, hver ætla að útskýra fyrir hann hótelið? Ég skal. Nei, Úlfur er ekki úr danfi kominna Já Matti, þú getur líka Áður en að þið segja þetta þá var ég bara að segja eitt sko ég heyrði eiginlega bara mjög mikið sem voru að segja ég var sko hjá lyftunum en sko allir sem eru hérna frammi eru basically að hlusta á podcasti á okkur ekkert grín Ok, Armundur, veistu hvað Armundur fyrir að gera? já ég heyrði fyrir eitthvað spa og Spa-hótel Þetta er hótel það heyrði allir þér Ok, það er stórt þetta er hótel með stóru spa Þetta heitir hótel niðurlæging Hótel niðurlæging já Ok, þannig að við ætlum að slökkva á Já, afsakið, en hérna ég ætla að benda þér á að spaðið er mjög fitugt
Ok, það var ekki sko ég skil ekki alveg hvað ég á að fara að gera. Þú átt að vera alvarlegur, meina allt sem þú átt að segja, þetta verður alvörunni, látið svo fólk viti hvað þú átt að tala þú mátt búa til eitthvað sem ekki til og bara algjört rugl, þú mátt bara gera þetta rosalega steikt en vera alvarlegur og þetta á að vera spa-hótel, hótel niðurlæging. Við ætlum núna að slökkva á okkur þremur og þú verður svo einu sem mátt tala og verður að auglýsa. Sko það ekki mjög góð að setja með þetta því að þetta verður ekki mjög fyndið, veit ég. Þú ert mjög fyndið, þú bara veist það ekki. Já, bara þetta er ekki alveg svona aðstæðu til að vera fyndinni. Já, hvað spa-hótel fitugt, ok. Ég er að fæta mikið auðlarall maður. Þið ætti að vera í þessum aðstæðum, þetta er svo ógeðslega óþægilegt. Tjöfull er þetta óþægilegt. Þið eru allir að horfa á mig eitthvað. Þetta er ógeðslega óþægilegt. Ég get ekki beðið þannig að þið farið í þessu aðstæður og ég er bara alveg. Byrjaðu strákur! Ég get ekki. Ég er að fara að gera þetta, ég þarf bara aðeins að græða mig. Já, Ok, þú byrja. Nýja spaðið í Hótel Luxus er að koma til landsins. Þið vitið bara að það er mikið saur sem er makað á ykkur og þið vitið einnig að það er mikið af grænu slími sem er að fara að leka upp í raskatinn ykkar eftir að við gefum ykkur e-pillur með sódaþrymstæki af Tom Cruise í. Þið vitið einnig að fitan á eftir að Þið vitið fitan eftir að leka úr nessunum ykkar því að við verðum auðvitað að gefa ykkur snakk með ofnæmis pillunum hans H.C. Andersen. Þannig að ef það mann eitthvað skrítið leka upp úr eyrunum ykkar, það gæti verið eitthvað hvítt en munið bara að þetta er ekki pesto. Því að ef þetta verður pesto þá gæti það verið að þetta séu grænar ólífur og ef að grænar ólífur fara á kinnarnar ykkar þá vitið bara að það er lífshættulegt. Já, er þetta gott eða þetta var meistaraverk, perfekt. Úlur, ég hef aldrei eftir hlæja svona mikið. Hvað er í gangi? Núna er ég hræddur að ég mun ekki fá að gera svona fyndið. Við getum kannski þegar við erum allir fjóri búin að gera, við getum svona dæmt hvað var fyndnar og hvað var ófyndnar. Ok, ég verð að segja það samt. Mér langar að gera þetta aftur og eftir. Hvað sagður við Tom Cruise? Ég veit ekki, ég bara finna eitthvað. Ég var með pesto. Já, ef það fyrir pesto og kinnarnar þá eitthvað getur þú fengið ofna með Já, ég skildi þetta ekki. Já, síst þú tala svona, já, það verður allt í lagi. Það er svo rólegur rödd. Já, það verður svona rás eitt rödd. Það tala allir að rás eitt svona. Það verður ofnæmi þegar þú setur pesto og kinnardóinar. Við tökum bara smá e-pillur og þetta fer bara. Þetta var frábært. Já, takk fyrir það. Getum við gert þetta aftur og eftir? Nei, við höfum ekki tíma. Við höfum ekki tíma, en hvað er næst? Ég er ennþá að hugsa hvað þetta var hræðilegt þessi rökræður. Sko ég og Matti verum í þetta næst. Þið fóðu ekki að taka þátt næst. Og í næstu viku þá þurfum þið að hugsa hvernig á að reyna að vera fucking fyndnir strákar. Já, málið er að ég er góður í spuna. Ég bara get ekki inni með Úlfi. Það er vandamálið mitt. Ég held að það sé alls ekki vandamálið. Ég veit bara ekki Sko, Maggi, ég held bara að þú ert ekki svona það mikið, þú ert alltaf svona, veist ekki hvernig þú átt að vera svona. Sko, þetta myndi maður láterlega skils. Þetta myndi maður láterlega skils, þetta var jafnvont. Sko, Gils, hann gerði lagar 2014 sem myndi láter og þetta var svona láter, sætlitu, láter, sætlitu, láter, sætlitu í 2 mínútur, þetta er hræðilegt láter, sætlitu, láter, sætlitu, ég er að grínast, þetta er Gils og hann gerði þetta hræðilega lag. Gils gerir alltaf allt sem Gils gerir hræðilegt. Já, þú veit náttúrulega hatari á kynfóin. Sko, hafið þið hort á frábæra teiknumynduna Finding Jesus? Mér finnst það Gils en Maggi, ég er bara að taka eftir þú alltaf þegar fólk voru dæmt fyrir eitthvað kynferðisbrot og Björn Bragi og Gils og Páfinn og fullt af fólki þú bara alltaf hatar það
Og það alveg gott hjá þér. Því að þú, nei í alvörinu, því að maður áður ekkert eitthvað að vera eitthvað. Ég elska kynferðisbrota menn. Já, en mér finnst bara flott að þið bara gera það rosalega góða skoðun. Ég var svona sveppi En ég man eftir eitthvað, mér skilð þér þú frábæri einhvern veginn, ég gátt ekki að byrja að hata hann. Mér finnst svo sexy þegar þið á söndulega sveppi á tásunum. Hafið þið séð þessa auglýsingu? Ég held að sé Arjón banki eitthvað. Já. Hérna, já, hún á að geta skíðað og farið fótbolta og blásið tryggjakúlur og það er svo sexy. En það er maður Vilhelm Neto í strætóna. Vissir þú að árið 1897 var gæi sem hétt Benedikt og framverður líkina? Jú, þetta er Vala í þessu. Ég kann að skíða. Og já, hún er liggjandi upp í sófa með símann sinn eitthvað. Ég kann að skíða. Hún er með símann sinn eitthvað. Og hún er eitthvað, já, maðurinn á að geta skíðað og verið fótbolta en haft samt góð hné en hann á að geta blásið tyggjakúlum. Mér finnst alltaf það alltaf sexy og þetta er einhver bankasjónust, ég held að Arjón banki. Ég man, þetta er Arjón banki en það er ekki Vala, þetta er Saga. Já, þetta er Saga. Já, þú ert alltaf að ruggla sem kvenkins grín sem saman. Já, það er rétt. Ég finnst þetta að vera dálítið fyndið sko. Ég þúla ekki Arjón banka bara, ég veit ekki hvað ég bara þúla hann ekki. Mér fannst þessi auðlýsing vera fyndið sko. Hann verður að kunna blása tyggjó. Já, önnur auðlýsing sem að þið hatið sem að mér finnst pínur skemmtileg. Svo bara kemur í ljós að þetta er Dóri DNA. Hún glemdi að nefna Dóra DNA sko. Það eina sem ég hefði nefnt ef þetta væri svona persóna þá væri bara þetta verður að vera Dóri DNA. Ok, byrjum ekki hvað Já, hérna mér finnst hérna Netto auðlýsingin eða Samkaup auðlýsingin. Já, Samkaup. Ég finnst hún frekar skemmtileg. Ha? Já. Eplatjú. Ég finnst það pínur fyndið. Eplatjú. Hver var aftur í Appelsínulandi þarna? Þessi Já, það var þessi gamla marga. Ég var Lotto. Farðu út. Ég bara sé stytta útgáðu samt heldilega. Ég held hann að Svo líka þessi skeggjaði gæi með síman eitthvað. Wow, ég gerði eitthvað og síndi síman eitthvað. Vá, loksins Loksins vann ég fyrsta borði Angry Birds 2 maður. En það fröður, sáuð þið svona þáttin í alla leið? Það var næst síðasti eða síðasti. Ég er ekki búin að sjá næst síðasta. Nei, það var annarkoð síðasti eða næst síðasti. Ég held að þetta var næst síðasti. Já, þetta var næst síðasti. Ég man það ekki, en það þáttur hann á þannig. Þetta var eitthvað Friðrik Ómar eitthvað og hann var að segja eitthvað. Nei, já, það var eitthvað að spila eitthvað lag. Svo var Felix, allir voru búin að segja skoðun sína nema Friðrik Ómar og Friðrik var svona, á ég ekki að segja mína skoðun og Felix var bara, nei, þú átti ekki að gera það. Nei. Og svo seinni í þættinu, það var eitthvað Friðrik Ómar að segja eitthvað, já, þetta lag er geggja, ég var bara eitthvað, vá, hversu marga klúbsamlokur. Og þá lemur Felix og bara Nei, þarna Þú ert ekki skilja að lifa. Úlfur, þú gengur Ég talaði fyrir Vitta í Toy Story, ekki þú. Úlfur, þú sagði svona, ég veit ekki, þarna lærdóms eitthvað kósi horfnum en það er bara Ég talaði þessi alla leiðþáttur, hann var mikið skrýtnar, ég eftir að útskýra. Já, svo var eitthvað Friðrik Ómar. Ég talaði fyrir einhvern í öllum testamentunum. Ég er Guð. Já, en þarna Friðrik Ómar, hann sagði eitthvað, vá, hversu marga klúbsamlokur hefur við borðað? Þau eru ekki að syngja og segja, hversu marga klúbsamlokur hefur við borðað? Og svo var eitthvað, svo var eitthvað Helga Möller eitthvað, þetta er lögreglumál. Svo var Felix svona, já, það var ekki fleiri í kvöld. Ég er ekki að gríða Helga Möller, þetta er lögreglumál. Svo breytist þetta í eitthvað stundi nokkar, þetta er lögreglumál. Hún öskraði og þetta er lögreglumál. Helga Braga Siggi. Já, Úlfur, þú heldur að Hera Björk veri Helga Braga. Heldur. Oh my god. Ég er alltaf að ruglast á nöfnum. Hera Björk og Helga Braga. Talandi Heru Björk. Siggi Gunnars og Felix. Það er lögreglumál. Heru Björk eða hvað svona heitir. Talandi Heru Björk. Núna er hún bara fasteignasali og var að selja hérna og hérna frændfólk mitt var að kaupa hús hjá henni. Já, en hún er alltaf mjög leiða ómaki. En einn svona að fyrir okkur segir satt, Maggi. Vilt þú segja þarna að nei, hún er ekki við hæfi.
Getur þú slökka á mikrofónu hjá mér og Magga? Því að kannski vill hann ekki segja þetta. Ok, þetta er smá svona Viðkvæmar sálir skulu halda fyrir eyrun. Já. En Viðkvæmar sálir skulu fara út og Sko, er ég einu sem finnst að Úlfur sé bara alltaf skrítin til að vera með okkur í Nei, þessum mér finnst það perfect hvað hann er skrítin Já, einmitt, en Ég hef alltaf verið íslenski Oni and G, sko. Já, hjá þessu sama frændfólki mínu sem var að kaupa hús í Breiðholtinu og Breiðholtinu? Barasta miklu sveppir í íbúðinni. Það var fuglar í húsinu. En já. En þá var bara í barnaherbygginu, þau voru búin að ræða því, þá leituðu þið inn í skápana og getið bara hvað þið fundið það. Lík. Nálætti, þið fundið bara dildó. Maggi, bú! Dildó, oi bara! Má ekki segja eitthvað svona. Bú! Jú, þetta var titrarið því. Já, nei, má ekki Maggi. Hvað fundu í skápnum? Dildó! Fyrst er það samkaupauglýsingin. Núna er það dildórugli í Breiðholtinu. Ekki spyrja Hera Björk með hann að titrara. Ég vona. Ekki spyrja neitt Ég sagði ekki spyrja neitt Við erum komið slúður. Ok, Við erum komið slúður. Hera Björk með dildó. Þetta getur ferðin á forsíðu GF. Hörru, vona bara GF en við ætlum að fara í segirðu satt. Ok, já, segirðu satt. Hver er að byrja? Á ég að byrja? Já, byrja, en Úlfur, Ég er komið með. Ég er bara komið með svona setningu. Ok, ég byrja. Ok, Maggi, vilt þú byrja? Nei, ég vil ekki byrja. Já, Matti byrja, tökum bara alltaf saman. Hvað ég eftir að segja? Gerum bara Matti, ég, Úlfur, Maggi. Það er mjög fýtt hringur. Byrjum. Ég var næstum þriðja sæti í bingói. Ok, ég segi ykkur meira. Já. Ok, munið þið eftir þessum bingói með páskana í Háteigsskóla? Já. Ég fór eins og þannig, en bara þá var ég ekki eins og komin í Háteigsskóla. Ég var ennþá leikskóla og stóra systir mín, stóra áið, hún var þarna og pabbi minn Hvað voru eiginlega margir sem voru? Ég man það ekki, það var eitthvað venjulegt magn. Það var eitthvað 30 eða meira. 50 kannski. 50 pluss. 50, 40 eitthvað. Já. Og það var bekkurinn sem við kannski 40 og svo foreldrar. Já. En og ég fekk mitt eigið spjald svona. Já, heppin. Þetta var síðast á síðstárun leikskóla held ég. Og ég vann þriðju verðinu svo bara svona lítið páskak. Heppin. Byrja að spyrja. Þú veist, þetta er mjög svona random saga. Já, mér finnst þetta ekki eitthvað rosalega merkilegt, þannig ég held að þetta sé bara satt. Ég held að þetta sé Ég ætla að segja satt. Ok, ætla ekki að spyrja neitt. Ótrúlega, getur gert með þennan mikrofón. Úlfur. Ég sagði satt, rólegur. Já, Þið er ekki að skamma mig og svona. Ég veit ekki. Þið er ekki að skamma mig eins og. Ég ætla að segja þetta sé logi, ég ætla að vera svo sem að Ég og Úlfur sem satt. Ég sé bara eitthvað random sem Matta. Landi mig í Hvað pælinu. er þetta? Landi mig. Þetta var logið. Yes! Maggi, þetta er leikur og að þið. Já, ég veit, sorry. Ok, ég ætla núna að segja svo. Ok, byrjum. Ég alltaf þegar ég var að sjónvarpið svona og er að hækka með fjölstyrningunni. Ég er alltaf með svona í svona 50 eða 55. Ég vil alltaf vera með svona sléttri tölum. Mér finnst það bara mjög óþjólegt að hafa eitthvað 53. Ég verði annarkvæmt að fara niður í 50 eða upp í 55. Ég ger þetta líka, allir gerir þetta. Allir gerir þetta, þú er ekki einn. Ég ger þetta ekki. Gera hvað? Nefna þegar ég er komin yfir því Hafa ekki 5 sinni töflunni. Þá ger ég. Ég finnst nefnilega þægilegast að hafa á 14. Svo venjulega. Í 15 of hátt. Ég er ekki með í svona kringum 50 sko. Í hverju? Maggi, það fyrir samt aftur Í sjónvarpinu. Í sjónvarpinu þá hvað? Náður ekki sögunni sem var að segja. Nei, ég náði ekki. Alltaf þegar ég er að, þú veist, mér finnst óþægilegt að hafa hljóð til þessi 54. Ég vil þá hafa, þú veist, í 55 eða 60, svona hálf heilum tölum. Já, í 5 sinni töflunni. Já. Þú veist, Mér finnst það bara, ég get ekki orðið sjónvarpið, þetta er eitthvað 53 eða eitthvað. Ég bara verða að hækka við 55. Ég er með LG sjónvarp. Ég veit ekkert hvað þið manneskir eru að bragla. Ég er með LG, sko.
Ég með Panasonic. Ég ekki með þannig sko sem að sé svona volúmi sko. Ég með þannig að bara þegar ég ít á plus þá bara kemur svona plus. Ég held því allir gera þetta. Ég held það allavega. Ég sé svo rosalega marga. En er þetta satt eða þetta logið? Maggi, það ekki komið á því ennþá. Byrju þannig að því Byrju maður spyrja þig. En samt á saman tíma því hefur gert þetta lengi? Já, ég svona 5 ár eitthvað. Já, ok. 5 Mattías, hvað? Er það líka búið að vera svo lengi hjá þér? Já, ég bara alltaf því þegar við fattum þegar við vorum að spila Playrun það hefur velið svona frekar lágu hljóðu en þá Ertu með playtimeinn? Já, Geðveikt. Ég segi satt. Ég segi þetta sé satt. Ég líka. Þetta er satt. Já, hún er komið að mér. Sko, ég var með eitthvað betra sem ég er núna búin að gleyma. Já, ég gleymt. Ok, þannig að ég kom með sögu. Eina góða sprelllifandi kjúkling. Taktu stjörnutíma. Eldaðan með grillinu hans grillkóngsins Sævar Stjörnusævar. Úlfur, sko, þú ert með 90% kjaftaði 100% sagan. Nei, 10% saga, 90% Ok, en allavega Ég var 5 ára. Það var sirkus. Já. Nei, ég var reyndar. Já, þetta var þarna. Já, ég var 6 ára. Trú því það var sirkus og Gerðum við nátt að Já, ég var 6 ára. 2014. Og þarna ég og Ívar voru orðnir frekar miklu vinir. Og þarna Hann er í fyrstu bekk. Já, þetta var eiginlega svona. Þetta er sumarfrínu. Þetta var alltaf í sumarinu. Var þetta ekki beint svona í vorinu? Ok. En þarna, já, ég fór í svona sirkus með stóra íinu. Og þarna Það er rétt á hann Ívar og svo er stóra í. Já, ég fór að alltaf stóra. Ok. Og þarna, og það voru svona trúðar að sína sýningu. Og hann Ívar, hann elskaði trúða. Þannig að hann fór bara á sviðið bara. Ívar elska trúða. Og hann knúsaði sko eina trúðuna sko. Bara svona trúðir. Ok, þetta getur verið bæði. Þetta getur verið bæði. Ég held að það sé ekki það. Er það ekki sættur við trúða? Hver sagði það? Ég held að það sé ekki satt. Ég lýðir sem þetta sé liði. Ég veit ekki. Þetta væri svo fyndið. Já. Þetta er svona smá Ívarsla. Ég þekki náttúrulega ekki neitt en þú veist. Æ, nei, tíminn er búinn. Ég er ekki náttúrulega ekki búinn. En ég held að við þurfum ekki mikið. Já, við þurfum ekki mikið tíma. Ég segja logið. Já, nei, ég ætla að taka út til að segja þetta satt. Ég ætla að segja logið. Ok, þetta var Hættu. Þetta var logið. Vá, við erum að nálgast hérna. Við erum komin að 51,5 mínútur. Ok, Maggi, vilt þú gera? Maggi, Paggi. Heyrðu, Sakalaki. Glæði Maggi. Glæði Maggi, hvað? Áfram. Hvað? Þú ert Maggi. Þegiðu, Pétur. Fyrst og það er Pétur Eyfjörð. Annars verð ég bara að líma okkur loftgötin í kassanum þínu. PJ, hvað er Pjappi að gera hérna inni? Ég ákvað að taka með mér. Sko, strákarnir, beint í bílinn strákarnir. Við erum hérna undir borð og taka upp þinn eigin þátt. Ég er ekki að grínast. Nei, strákar, hvað er ekki með köttin þarna? Þeir eru með bara... Er það borða köttin? Strákar, má ég koma með eitt brandara? Nei, segðu. Nei, í alvöru, má ég koma með eitt brandara? Hann er frekar fyndinn. Nei, í alvöru. Má ég koma með brandara? Ok, ég slökti bara mikrofónum. Er í alvöru slökkt? Nei. Ok, þegar Pétur Jóhann og Þöppi fór í þóttkví og var að taka beint í bílinn. En fyndist. Það voru þið bara á Google Maps. En já, Maggi. Já, þetta var ekki önd líka. Já, þetta átti ekki að vera að finna. Segðu. Þetta er grín podcast, ekki alveg, þetta er ekki morð podcast. Þú ættum að vita það. Ég var grínu með fyndin í morð podcasti. Ok, Maggi, gerðu allt. Morðkastið og vera fyndið. Hægum Maggi, gerðu. þetta er alveg heil og góð saga sem ég ætla að segja ykkur hérna. Við fáum mystery tónlist. Svona.
Scooby-Dooby-Doo, where are you? Booby-Dooby-Booby. Maggi, segðu fucking sögur. Það svo ekki hvað ég mun að blóta mikið. Já, ok, ég held ég hef verið í öðrum bekk þegar þetta gerðist. Það var bara, þú veist, það var svona dagur á svona síðdegi og mamma kom heim með DFT-disk. DFT-diskurinn var af Löggulíf. Maggi, þú áttir aldrei DFT-diskur? Jú, ég átti DFT-disk. Jú, hann átti þér endar. Nei, ekki. Og þann dag, ég sagði, getum við hort á hann á morgun yfir daginn og síðan sagði mamma, nei, elskan, það er skóli. Og síðan fór ég í skólan daginn eftir. Já. Og mér hefði liðið eitthvað, ég var frekar flökurt yfir daginn og bara, ég bara guppaði á einn kennaran og síðan fór ég heim að horfa á Löggulíf. Sko, hérna, líður og segir við hefði sögu áður frá Magga. Það sem ég segi, Maggi, þú segir að þetta gerst augljóslega meðan Maggi var ekki með okkur í skóla og þannig segir þau mun eftir þegar Maggi guppaði kennar og ég held að Augmundur hafi sagt Magga frá Löggulíf. Nei, það er endur ekki rétt. Maggi sagði mér frá þeim. Ég vissi ekkert íslenska myndir þegar ég var svona lítill. Nei, núna þú bara farin að taka þátt með. Þið eru saman í liði. Hringjum á lögguna. Sko, hann kynnti mér eiginlega svolítið fyrir svona íslenska myndum. Farðu frá, Pétur. Jesus Christ, maður. Já. Sveppi, ekki ríða hann Pétri. Heyrðu, látt hann í friði, maður. Þeir hættu að smokka á borðið, strákar. Þeir eru rosalega sögðu. Það var eitthvað spurning. Þið vil ekki spurt. Ok. Svo, Úlfur, og því var hann að segja það heyri fólki. Hann er náðast á mig. Maggi, segir bara Magga bara. Hann er náðast á mig. Sko, strákar, ég var áðan frammi. Það var ógeðslega, ég heyrði í ykkur. Það er núna fólk frammi að hlusta þess að glíma því það er bara hvað er þetta? Þetta er meiri stefn. Þessi þáttur er sponsort af Game TV. Úlfur Marnason. Þetta er að vera búinn tíminn. Ég vil segja satt. Satt. Þið hefðu rétt fyrir ykkur. Gubbar bara það var ekki viljandi, sko, það var óvart. Ég guppaði bara inn í heysinu á kennaranum. Hvernig gerðist þetta? Ég var bara því að mamma var kennaran, ég þurfti hjálp með eitthvað. Og ég bara eftir bara þannig man ég eftir þessu. Jæja, hvað er eftir? Þetta er alveg að vera búið, sko. Ég hef eftir að segja fullt og eitthvað. Það er síma. Ég held að það er eins með. Getum við ekki haldið aðeins áfram að spjalla? Við getum alveg verið lengur. Sko, síðast voru eitthvað 10 mínútur yfir. Við erum örgulega líka ofta 10 mínútur yfir. En sorry, ég er að reyna að hopa. Já, gerum ASMR. Já, gerum ASMR. Sorry, við erum hérna að koma með stúi, sko, hérna. Þetta er stúi í Griffin hljómar. Já, ég veit ekki hvernig stúi í Griffin hljómar, en ég veit að þetta er ekki. Já, ok. Ei, Píta. Á beire. Já, við skulum fara í síma. Don't bite my meatball meter. Á beire. Já. Ok, stoppum maður. Ekki bara spjalla í smá sinni. Sko, jú, mér langar svona að segja ykkur. Mér langar svo litið því að ég kann svo marga texta á svona frábærum mannmættum lögum. Mér langar svolítið að koma, þetta er ekki beint liður en að syngja svona eitt lítið lag svona hverjum þetta. Lítið lag. Taka eitt slíkt. Mér langar endur ekki að taka afalagið því að mér langar að taka það í ykkur byrjun. En ég ætla að taka eitt gamalt og gott spuggstóla. Má ég nokkuð gera það? Já, hvaða lag er það? Það heitir Tilveran er ekkert nema endalaust strjúk. Þið með syngja með undir. Er það á YouTube eða? Já, en við fyrir ekki að spila það. Syngjum All the Way með Jack Við getum ekki að spila það smá. Við langar fyrst að syngja og þegar getum við ekki að spila svona. Taka svona karaoke. Já, gerum það. Ég skal byrja að syngja það og svo heyrðu þið upprunnilega. Ok, já. Gerum við með karaoke tæmi. Með upprunnilega. Nei, ég held að þið vantið að heyrðu í mér fyrst og síðan heyrðu þið Karl Ágúst syngja þetta. Ok, ég ætla að slökka mikrofónum. Nei, við gerum karaoke tæmi með James Gordon. Ég ætla að syngja með honum. Kannst þú textan? Ég kann alveg viðlagið. Ég kann viðlagið. Já, kann ykkur þetta lag?
Ég kann alveg hellinga því, sko. Úlfur, kanntu þetta lag? Hvað lag? Tilveran ekkert nema endalaust rugl. Spöggstrólag. Nei. Ok, já, þegar við byrja aftur 3, 2, 1. Bom, 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 bom. Tilveran ekkert nema endalaust rugl. Ósynd með sundfitt á kút. Lífið minni töluvert að tröfla með tösku og drekkur allt út. Bom, 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 bom. Í gáminn með fundahöfni gæfa mín geiminn. Ég get ekki leifst hana út. Ég stend bara einn undir sturtunni. Ég man ekki Þú ert að máta í söngvafólks. Já, Maggi, hætt að syngja með. Ég stend bara einn undir sturtunni og syng með þú beint út í laug. Já, magnaði lífi hjá myrtunni. Þið megi til að fyrirgefa, megi til að fyrirgefa, megi til að fyrirgefa. Þetta bara Spaugstofan. Ég var hér að kalla að syngja þetta. Já, þetta Slökkt á mér. Já, það er slökkt. Já, þannig að fara hann á YouTube og skrifa þetta bara Spaugstofan. Og ég skal segja hvað er vídeo. Það er bara nokkur sem koma. Slökkt á mér. Vegna þess að ég ætlaði að syngja lag og þú kundir það ekki. Kunnir það ekki. Ok, svona er ekki lengur slökkt. Nei, núna vitið ekkert hvað ég er að segja. Núna halda allir að Armundur sé að tala við veggið mitt núna. Ég er ekki með. Ok, það getur ekki bara spila það. Við ætlum að fara í símat, er það ekki? Jú, það er á mínum síma, ekki? Hvernig ætlum við að gera það eiginlega? Ég ætlum að koma með hérna númerið. Já, við erum með því að koma með hugmynd hvernig símat þetta ætlum að gera. Já, einmitt. Vá, við erum svo. En við erum með hugmynd að síma þetta. Ef þeir eru með hugmynd að síma þetta fyrir kærleikomin, þá er okkur alveg drullu sama. En er ekki með hugmynd að síma þetta? Nei, Ég er með eina hugmynd. Hvað er það? Hvaða? Ég er með hugmynd að við hérna gerum þetta hannig að það er verið að hringja í mannesku og hérna við segjum bara hérna Asha, pappi er hérna, þetta er alltaf lagi og þetta er hérna og þetta er svona styrtarsamtök, við erum að reyna að fá styrk fyrir Pappi er hérna. Ætlum við ekki að gera þetta með steypist? Nei, ég segi að við gerum styrstasamtök, bara heimskulega. Já, góðan daginn. Ég er hérna frá styrstasamtökunum þú líkur. BIB. Það stendur fyrir bubbar í bongo-landi. Ok, Maggi, komum með símann þinn. Já, ég ætla að koma með hann. Hvað er að styrkja? Það var að styrkja eitthvað kvikmyndaverkefni, þetta er eitthvað hræðilegt. Við ætlum að styrkja kvikmynd Getur þú styrt þarna nýja kvikmyndin okkar og það er eitthvað, já, svona 15 milljónir bankareikningin og þetta er eitthvað, já, þetta er nefnilega myndin Sushi þarna opinberun Hannesar 2. Heyrðu, við erum að, gerum eitthvað svona, við erum hérna til að hjálpa steypileiðum sem eru hérna, sem hafa ekki nógan pening til að kaupa það. Pappi er hérna kósi á FM 957. Ó já, sexy hiking með pappa. Byrja, Úlfur, ert þú ekki örgulega 3? Úlfur, tala. Já, ég er 3. Ok, já, Úlfur er 3, það hjálpar mér ekki. Ok, ég ætla að tala, sko. Fínt maður. Hafðu það eins og vilt. Litli kötturinn maður. Lilla vörstu síni. Já, ég er að koma með þetta. Sett þetta hérna. Síma, já. S-O-B, erna, Ok, höfum þetta alveg þögg. S-F-O-H. Þetta er sem sagt ammans Magga sem er að fara. Þannig að S-F-O-H. Jú, ok, og við byrjum. Byrja, hljóma ég eins og ég núna. Já, góðan daginn. Get ég fengið að tala í svona? Ég held að myndi ekki þekkja það, sko. Já, flott. Byrjum, alveg þögg. Það er alveg tengt. Þetta er Bluetooth. Ég má ekki setja í spíkar. Halló? Já, hæ. Við erum hjá styrktarfélagi. Já. Við erum hérna til að fá styrk fyrir myndina Opinberun Hannesar 2. Býttu við, hvað segir þið, Opinberun Hannesar 2. Já, býttu við, ertu vinur hans Magga? Já, ég
Ég vinur hans Magga, já. Ég nýr vinur hans. Ég fekk bara að nota síman hans. Já, ok. Ég var að spá hvort að þú vildi kannski vilja styrkja bara eitthvað 20 milljónir kannski. Þið verður þið góðir. Heyrðu, við erum... Já, þetta ég, Matti, hérna, ég vinur hans Magga. Já, við erum grín. Hæ. Þetta bara síman. Beint úr hlaðarpinu. Ég þekkti þig. Já. Við hefum átt að nota Úlfrekar. Já, þetta nota mig sko. Kannstu við þennan sem að tala? Þú ert nefnilega orðin svo þekkt rödd af því að þú ert svo oft með hérna svona kynningar í myndböndunum. Já. En já, takk fyrir. Já, heyrðu, við erum ekki alveg að nota þetta í þáttinn. Þekkir ekki Úlfagrín? Nota á þetta símtal. Já, við erum ekki alveg að nota það í þáttinn. Jú. Já, takk fyrir það. Ok. Bless. Bye. Sko það algjört æði að gera símat í gamalt fólk. Já. Sko reynsla mín við að hlusta beint í bílinn þegar alltaf að gera það. Það er svo skemmtilegt. Við erum kannski að taka ömmu þína næstu þig, Úlfur. Ömmu mína? Hvað ömmu? Ég veit ekki nóg mikið ömmu jóð eða ömmu há? Hver verður skemmtilega að fá í símat? Oh my god. Við getum gert ömmu mína, hún er steindauð. Nei, við getum gert ömmu há. Ömmu há, Við getum gert ömmu há. Hvað er að gera? Við getum gert svona þannig að þarna við getum gert svona þannig að þannig að hún er alltaf svona í vandræðu með svona tæki og þannig hún er alltaf svona, hún þorir ekki að nota þarna, hún er alltaf að koma heim til pappa til þess að svona hjálp með svona iPadinu. Það er eitthvað vélmenni eitthvað, það er eitthvað að taka yfir. Ég ætla að láta eins og Þú ert ekki að fara að hringja. Nei. Þú ert ekki að tala. Hún er tókið að þekka þér, það ekki? Nei, ég get breytt röddinni. Hún myndi þekka þig. Við getum gert það hjá einhverjum eins og að mér myndi eitthvað. Þú getur tvingið að gera það. Á amma þín í vandræðu með Sjáum bara gerum þetta bara hjá Úlfi og Maggi tekur það ekki. Eða hvað sjáum til. Erum ekki bara búnar í dag? Ætli það ekki? En tíminn líður hratt á hraðar í hvern dag, hraðar í hvert kvöld. Ertu sundu hugsandi yfir allum gulum miðunum. Þú tekur kannski mikinn út úr gleipakkanum. Þú skalt syngja lítið lag lífsgleðina sjálfa í brjósti þér. Og láttu sem ég eigi lítið gleði. Kósi lítið lag. Sko Spaugstofan gera grína þessu og þetta var hjálpartækja bankinn. Og þið veistu hvað hjálpartækin eru í kynlífinu. Það var nú grínið. Já. Herðu, kjaftaði þið eru búin að fá nógan kjaftaði skamt alltaf vikuna. Við verðum í næstu viku. Sjáum ykkur þá. Nei, bíð. Fyrst smá nokkra sekúndna sýning með Bríeti. Nei.